Mér langaði til að nefna, það var málþing hérna, núna bara sat í þessum sal hérna fyrir einhverjum hálfum mánuði síðan og þar kom fram þessi hugmyndum að til þess að skilja samtímann þá þyrfti maður að horfa aftur eða þyrfti maður að sko hafa þekkingu á því sem hefur gerst og það jafnvel í tengslum við það að maður getur séð fyrir sér einhverja framtíð líka, þá verður maður að þekkja það sem er búið að gerast og þetta er náttúrulega þekkt hugmynd og eitthvað sem við höfum heyrt, sagt mjög oft og þannig var samræðan þarna snerist umræðan hugmyndir arkífið, það er alltaf verið að tala um arkífið og búið að vera að tala um það mjög stíft síðustu 10 árin innan svona alþjóðlegs listheims og kannski er þetta einhvers konar myndbirting á þessari hugmynd og mér finnst mjög áhugavert að sjá hversu mikið hefur tekist að taka saman í sumar en þetta er augljóslega verkefni sem getur haldið áfram og ætti að halda áfram bara hvað getur maður sagt, bara ætti að vera permanent, ætti að vera eitthvað sem að safnast inn í þetta er ekki eitthvað sem að klárast og það er kannski hluti af okkar vandamáli verandi hluti af svona litlum listheimi og litlu landi við höfum alltaf tilfinningu fyrir við getum séð fyrir endan á okkur en þetta er verkefni sem klárast aldrei og ég held að það sé svona mikilvægt að hafa það í huga þegar maður er að byrja að það klárast ekki þegar maður hefur alltaf tilfinningu fyrir að eitthvað endi eitthvað staðar og þetta er eitthvað sem klárast vonandi aldrei Mér langaði líka aðeins til þess að tala ég oft talað það er náttúrulega búið að koma oft mikið fram núna hérna hvert er svona sérkenni íslensk listheims og ég held að það er mjög stórt sérkenni hans að það er engin saga og það er eitthvað sem að við þáttakendur í þessum heimi upplifum ofsalega sterkt held ég þetta er svona saga þegar maður er úti og er í einhverju tala við listamenn erlendis þá er þetta svona eitthvað sem maður segir frá þetta er náttúrulega mjög sérstakar aðstæður hér og það er engin saga og það hefur mjög sterk áhrif á listheimin og þetta er pínlítið svona, maður talar þetta pínlítið svona eins og einhvers konar grín en líka sem einhver svona mjög alvarlegan undirtón í öllum listheimin en núna er þessi saga að koma og sem er mjög jákvætt því að ef maður hefur hann ekki þá hefur maður ekki ekki til að gagnrýna á, ekki til að benda á ekki til að vinna út frá og mér finnst mjög áhugavert að heyra þið eru allar núna nemendur sem eru búin að vera í námi síðustu 10 árin síðustu 5 árin jável og það myndast þessi ofsalega þörf fyrir að skilja hvað er búið að vera að gerast þannig ég skil þessa frústrasjón yfir því að hafa ekki þekkingu á og hafa ekki skilning á fortíðinni og það er kannski það sem myndast núna er einhvers konar vakúm til þess að fara að vinna með þessa tiltölulega nýju fortíð en mér langar kannski til þess að byrja núna bara umræðuna og endilega ég held að við hvað höfum við klukkan er núna rétt rúmlega 4 hvað höfum við langan tíma til svona cirka 5, kannski getur 45 mínútur cirka bát þannig ég reyna að enda umræðuna fyrir 5 en mér langaði kannski til þess að byrja bara á því að spyrja Heiðu eins út í það hvar upplifir þú þessa þörf og kannski Jón líka hvernig upplifir þið þessa þörf fyrir að takast á við þetta verkefni núna nákvæmlega er eitthvað svona moment núna þið töluðum það eru komin 200 listfræðingar í nám við Háskóla Íslands hvaðan kemur þessi þörf upplifið það eitthvað svona sérstaklega núna? Jú, ég myndi nú segja að hún sé núna meir en áður einfallega út af því að það eru fleiri einstaklingar að vinna að listfræðum og að stúdera listfræði og að fara í framhaldsnám þannig að vonandi kemur það fólk tilbaka til landsins og mun þá stunda rannsóknir þannig að það er sérstaklega hægt að segja að þörfin sé aðeins meir en áður sérstaklega út af fjöldanum en síðan eins og sagðir áðan þá er þetta verkefni sem klárast aldrei og þá erum við að huga skráninguna en það er alveg stórmerkilegt að leið og við tökum þetta saman þá vakna svo margar spurningar og rannsóknir
Þannig að raunin þetta ákveðið hugsjónastarf líka. Ég kalla þetta verkefni í huga mínum þekkskylduverkefnið til þess að koma á ákveðnum grunni fyrir komandi kynslóðir eða þeir sem eru rétt að fara að hefja rannsóknarstörf að þau geti hafið sína rannsóknir og skilji og geti mótað þær áður en þær eru búin að ljúka þeim. Sjálf kom ég hérna heim oft og var að skoða ákveðin atriði í íslenskri listasögu og í fræðum henni tengdri og það var gífurlega erfitt verk að finna greinar, hafa upp á skrifum og öðrum gögnum. Þannig að það er svo mikil grunnvinna sem þú ert að leggja á höndum sem rannsakandi að þú ákveður eflaust bara að snúa þér á öðru viðfangsefni. Þannig að það var nú það sem líka lá fyrir í hugsun okkar þegar ég og Jón vorum að ræða þetta síðastliðinn vetur og ég var einmitt að spyrja hann, ég þurfti að komast í ákveðin skrif sem hann hefði sjálfur skrifað. Það sem hann hefði verið mjög nálægt vettvangnum og ég var að skoða það atriði. Og þá var það ekki, hann var ekki með það aðgengilegt og það er það sama aðra. Ég spurði aðra listfræðinga og þeir voru ekki með skrá yfir sín skrif og myndlistamenn, ég fann hjá myndlistamönnum skrif í kössum inn á vinnustofum og hvergi annars staðar voru þessi skrif þar sem þeim hefði ekki verið skilað, hvorki á safn né á annan stað. Þannig ég áttaði mig á þörfinni. Að það væri þarna þörf og síðan kæmi upp úr því að fara að byrja að skrá þetta, kemur náttúrulega samræða, umræða, hugmyndir, rannsóknarverkefnum vakna, þannig að meðan þetta er í gangi, þessi grunnvinna, þá erum við að móta farveg fyrir frekari rannsóknir á íslenskum myndlistarheimi. Veit ég hvort að þú vilt koma eins inn, ég tók på sérstaklega eftir og við nefndi líka sko eitt er það að sagan sé ekki aðgengileg, nema þá er ég náttúrulega fyrst og fremst að fókusa á síðustu 40 árin kannski. Fyrir þann tíma er náttúrulega saga Björns T.H. sem að ég upplifi mjög mikið sem saga einstaklinga. Það er svolítið svona sem ég náttúrulega hefði í íslensku samfélagi tala bara einstaklinga og byggja safn helst utan sjálfan sig ef þú ert komin á ákveðin stað sko. En þannig að ég upplifi líka að þú sagðir er að verkin hafa verið aðgengileg en þau eru samt ekki aðgengileg. Líka, en það myndast líka vakuum þar. Þetta eru verkin í rauninni ekkert mjög aðgengileg, en við sjáum þó lykilverk öðru hvoru og við getum fundið bækur með myndum og ljósmyndum og svona. En það sem ég átti nú kannski við þar er að við getum hort á, það er eitt að fara og skoða verk, segjum 50 ára gömul verk og taka afstöðu til þess hvað manni finnst þau svona kannski út frá sinni reynslu og samtíma. Það er allt annað að skoða hvað var að gerast þegar þessi verk voru búin til, upp úr hvaða hugsun spretta þau, úr hvaða umræðu umhverfi koma þau, hvernig var þeim tekið, hvað var sagt, hvað fannst samtímamönnum það, hvernig þróaðist sú umræða eitthvað, hafði verkið áhrif á umræðuna. Hafði það þar með áhrif á það kannski hvernig við hugsum núna í dag, 50 árum setna, vegna þess að þetta verk eða þessi listamaður kom með eitthvað fram sem var tekið upp í umræðuna og í menninguna. Og ef það er mjög erfitt að komast á þennan stað, að ná að skoða myndlistina í þessu samhengi, þá missum við eitthvað, sko. Við erum eins og kannski nýfædd börn sem erum að sjá allt í fyrsta sinn en vantar samhengi. Og í því náttúrulega felst ákveðin áhætta eins og kom fram í nokkrum erindunum hérna. Og við rákum okkur á þetta oft í sumar að vera að grúska upp allt þetta gamla dót og eitt af því sem var strax mjög áberandi er að sömu viðfangsefnin kom upp aftur og aftur. Sömu vandamálin eru tekin fyrir aftur og aftur með nokkur ára millibili og vandamálin sem við erum að hugsa í dag, hvort sem það er stofnanaleg vandamál í myndlistargeiranum eða eitthvað fagurfræðilegt eða fræðilegra eða hvernig sem það er. Það hefur verið tekið á þeim áður, það hefur verið rætt þetta. Þetta er í flestum tilfellum ekki nýtt. Þetta eru vandamál sem hafa fylgt okkur en aldrei einhvern veginn verið lagt til lykta, hvorki þá í veruleikanum, stofnanalega veruleikanum eða í orðræðinu eins og í umræðinu.
því að hlutir gleymast og svo bara liðin nokkur ár og þá man enginn lengur eftir umræðinni. Akkurat. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að nefna í þessu samhengi að það mjög óvenjulegt. Allavega í mínu minni það, nú verður maður að tala minni í hvert einasta skipti sem maður fara að tala einhverja staðreyndir sem maður að tala listasögun. Það er mjög, ég man ekki til þess að verkefni sem á þessum skala sé samstarfsverkefni svona margra opinberra stofnana. Raunverulega. Það er Listaháskólinn, það er Háskólinn, það er Listasafn Íslands, það er Listasafn Reykjavíkur, það er Nýlistasafnið og það er Listfræðafélagið, eða ekki. Þannig að mér finnst það reyndar alveg bara mjög óvenjulegt og alveg, ég held að það sé, þegar stofnanir á þessu leveli ná að vinna saman, þá geta það líka skilgreint fyrir sjálfum sér hvert er þeirra hlutverk. Og ég held að það sé mjög mikilvægt í svona litlum heimi, eins og okkar listheimi, er að fólk innan stofnanna átti sig á hlutverki stofnanna. Og í þessu tilviki að hlutverkið þeirra er að vinna saman að einhverju verkefni eins og þessu. Og mér finnst það að vera alveg grundvallar atriði og skipta miklu máli. Mér langaði þess að nefna að var erfitt að fá þessar stofnanir til að vinna saman, eða nú þekki ég ekki, er erfitt að fá stofnanir í íslensku listheimi til að vinna saman? Nei, í raun var það ekki, því það fundu fleiri þörfina fyrir verkefnið og þörfina fyrir að rannsóknir yrðu öflugri á Íslandi. Þannig að það var mjög jákvæður vilji frá öllum stofnununum að koma að verkefninu, sýna sinn stuðning að því og síðan er það ennþá í mótun hvernig hver stofnun kemur í rauninni hlutverk hverja stofnunar í verkefninu. Í dag er það í formi stuðnings og mismunandi hátt, en síðan mun hver stofnun jafnvel koma inn með sína þætti inn í rannsóknunar mismunandi. Hér á Listasafni Reykjavíkur er ákveðin áhugi á skrifum Erró, Kjarval, svona mætti lengi telja. Listasafn Íslands náttúrulega með ákveðna rannsóknarskyldu hjá sinni stofnun og síðan háskólanir, þannig að mjög áhugavert að söfnin séu að vinna með akademíunni og háskólasviðinu. Þannig að ólíkar áherslur og því miður hefur íslenska listfræðasviði, getur við sagt, og má nú sama segja myndlist, að það vantaði háskólastig lengi vel hér á Íslandi. Þetta var á menntaskólastigi og myndlistaskólinn og síðan var engin listfræði kennd hér, eða listasaga. Þannig að þetta hefur verið smá saman að eflast og rauninni hefur stækkað gífurlega á undanfarnum árum. En það er löngu tímabært líka að hlúa betur að þessum málum. Og ég held að allir aðilar í stofnunum núna, eins og þær eru í dag, skynja þessa þörf fyrir samvinnuna. Jafnframt eru þær náttúrulega vonandi að endurskilgreina sjálfan sig með því að vinna í samvinnu. Mér langaði aðeins áður en við opnum umræðurnar að sko bara varðandi ykkur sem eru búin að vera að vinna verkefninu. Nú hafið þið náttúrulega gengið í gegnum nám, sum ykkar bæði innan Listaháskóla Íslands og Háskóla Íslands sko í kennslu á þessu efni. Þegar við væntanlega fengið kennslu, bara listasögu. Getið kannski aðeins lýst í þeir sem viljið, svona upplifunni, hver er munurinn á því að fara raunverulega út í þessar rannsóknir á ykkar eigin forsendum eða fá svona kennsluna á annan hátt eða í gegnum bækur eða hvernig sem það getið aðeins lýst kannski bara upplifun. Þeir náttúrulega sum ykkar voru að því en bara svona aðeins til þess að pæli hver er munurinn á því að fá þekkinguna inn eða leita sér hana sjálfur. Man verði bara miklu meira á þessum stutta tíma heldur en í kursunum til dæmis. Alveg rosalega mikið sem maður komst að sem maður vissi ekki og var mjög hissa á því hvað var mikið sem ég vissi ekki hér á nöðurum. Það kom mér mikið óvart. Var það kannski, ég er svona veltaði fyrir mér, er það vegna þess eða er þessi kennslu aðferð notuð mikið, til dæmis það sem þið voruð í námi? Svona rannsóknar, þetta er umverulega svona rannsóknar aðferð sem þið veljið ykkar eigið verkefni. Er það ekki eins og ég skil það? Jú, við skiljum frá okkur verkefnum og vinnum út frá heimildum, en
ef við erum að fara að skoða sko íslenskar heimildir eða íslenska samtímalist eða lista, þá hún ekki eins aðgengileg og til dæmis erlend fræðrit. Þannig að til dæmis þessi bók að mínum að algjör bylting, en ég líka bara 6 ára nám að baki. Þannig að mér finnst þetta alveg bylting fyrir mig sko. Þetta katalógur fyrir sýninguna sem núna, en svo bara svo miklu meira sko. Já, akkurat. Þannig að þú veist það ekki listasaga og það rosa lítið af fræðibókum íslenska myndlist og þá kannski aðalega bara ritið og skýrnir og þvíumlegt en ekkert annað og þess vegna til dæmis íslensk samtímalist kennd bara með ljósritunarhefti sem hún kaupir sko hjá háskóla prent og hún kannski, kannski nokkra blaðsíður en það svona verið svolítið svona stikla á stóru, maður svona finnur alveg svona götin og þannig að bara þessi 3 mánuðir að fara í gegnum skrif Jóns og gagnrýni hans í DFF 93 til 95 þar sem hann var kannski þar sem voru kannski birt eftir hann sko gagnrýni 3 kritik í einu blaði frá 3 ólíkum sýningum og þar hann að segja til dæmis feril einstakra listamanna, hann að tala síðustu sýningu og þannig að maður fær svo miklu meira svona, þannig ég búin að læra núna í sumar örgulega jafn mikið á 3 árum sko, eða í einum áfanga í íslenskri samtímalistasögu þar sem svona, Þú talaði líka þessa gleymsku, ég meina Já, þetta nefnilega svolítið svona merkilegt sko, líka það að vera myndlistamaður, ungum myndlistamaður nýbúinn með nám að þá svolítið svona þá fattaði ég sko í sumar hvað leynast mörg verk sem maður vissi ekkert og mörg svona baráttumál innan fræðimanna og listamanna til þess að bæta tilvist íslenskra myndlist í íslensku samfélagi sko að mörg svona baráttumál eru ennþá til staðar núna og til dæmis eitthvað sem ég fannst rosa nauðsynlegt og ég búin að vera að berast fyrir til dæmis auka framleiðslu á íslensku auka framleiðslu á búið til bara sjónræna framleiðslu á íslenskri myndlist bara meira svona viðtalsbeis og það eitthvað sem til dæmis Hannes Sigurðsson var að reyna að gera með art.is og Jón og eitthvað svona þannig ég uppgötaði Hannes Sigurðsson til dæmis út frá því að það eru fordæmir bara svona bara svo mörg svona atriði sem maður vissi ekki þannig að maður telur sig vera að búa til eitthvað nýtt eða skapa eitthvað nýtt og svo sorglegt að halda og telja sig vera að gera eitthvað nýtt og vita síðan ekki af því það var allt annað að maður myndi vita af því og þá væri einhver framþróun, þá væri einhver þróun þá væri maður virkilega að gera eitthvað nýtt bara ef maður myndi vita það sko. Þannig og og líka bara eins og það er svo gríðarlega mikið vinna sem við sko fórum í gegnum og þú gerir þetta ekki bara í frítímanuðinum það verður að borga fólki fyrir svona vinnu við erum að flétta í gegnum tímarit.is og það það fullt efni sem þú hefur enga þörf á en bara sigta út, það tekur rosalega mikið tíma þannig að og það er ekkert verið að borga fræðimönnum eða þessu stofnunum það þyrfti náttúrulega að setja miklu meiri peningar í svona verkefni til þess að borga fólki til þess að vinna þessa vinnu og þannig að ég hugsa það sem ég hugsaði líka í sumar að við erum alltaf að berjast fyrir tilvist íslenskrar myndlist í okkar samfélagi en þá þurfum við líka fyrst og fremst að berjast fyrir fræðinni í okkar samfélagi af því það er rosalega mikil svona grunn baráttu til þess að berjast maður þurfti kannski fyrst að berjast fyrir fræðinni og þá vinnur myndlistin að einhverju leyti af því þá nær hún til almennings í einhverju öðru formi. Það hefur líka verið ákveðin ég meina það hefur verið mjög sterkur svona anti-intellektualismi innan íslenskra myndlistar mjög lengi allavega
svo bara tala tíma bara allavega síðan ég byrjaði að vera þáttakandi í listheiminum, þá var að verið svona yfirdrífandi, og þá er ég að tala innan sko myndlistarmanna. Já, bara svona, ég þarf ekki að vita eitthvað svoleiðis attitúd. Já, og líka bara einhvern veginn svona að það sé hlutverk einhverja annara, að búa til orð líka. En þetta snýst ofsalega mikið, eins og ég upplifði vald, og mér finnst mjög áhugavert að heyra náttúrulega valdi yfir eigin verkum og valdi yfir eigin orðum. Þannig að það er þetta að yfirfæra það vald yfir einhverju leyti á það sem búa til orðin, og líka yfir stofnæðinar sem að velja og hafna. Þannig ég held að leið maður fer að kafa, þá koma fullt af svona mjög hættulegum umræðum upp, og hafa oft verið túlkaðar innan íslenska heimsins sem, já, gagnrýni hefur alltaf verið erfið bara innan íslensk listheims, en nú veit ég ekki, þú talaðir áðan, Jón, varðandi gagnrýnin hefur náttúrulega bara algjörlega sko gjörbreyst á síðustu 10 árum, bara fullkomlega, bara með útgáfu blaða, það hefur allt breyst. Og gagnrýni hefur náttúrulega, og nú erum við bara að tala hér ritað mál, en ég held að bæði í sjónvarpi og útvarpi hefur líka verið mjög mikið skrifað list, og það er eitthvað sem er mjög erfitt að komast í, sko, bara vegna þess að sumt að ég er ekki til. Þannig að maður er svona að hugsa að þetta er eitt af því sem maður veit að það er erfitt að koma inn líka, þannig að þetta verkefni er endalaust, sko. Eitt er að taka tímarit, en ég svona velta fyrir mig þessum punkt með gagnrýnina og vera gagnrýnin, hvað taka alls? Já, þetta er skrítið, sko. Þessi umræða hefur breyst mjög síðustu 10 ár, og kannski, og núna síðustu ár kannski eiginlega mest vegna þess að hún hefur skroppið saman að minnsta kosti í prentmiðlum. Það er ekki nærri því jafn mikið pláss gefið fyrir þetta, og þarna komum við náttúrulega inn á það sem Katrín var að segja, það þarf að borga fólki fyrir það kostar náttúrulega að láta skrifa og blöðin draga saman í harðri samkeppni. En þetta var eitt af því sem kom mér dálítið á óvart líka þegar við fórum að skoða eldri gagnrýni, að því að árum áður, þegar ég var sjálfur til dæmis að skrifa gagnrýni, að þá vorum við flestir gagnrýnendur dálítið á móti þessu að skrifa allt, að skrifa allar sýningar, við vildum fá að velja úr, við vildum fá að vera selektífir og svona, sko. En svo þegar maður fyrir að skoða þetta aftur, í ljósi þess að nú er gagnrýni mikið selektífari, að þá höfum við líklega mist alveg gríðarlega mikið, sem er þessi heimild það sem er að gerast í myndlistinu og menningunni á líðandi stundu, og þeir sem hafa mikið skrifað, eins og Aðalsteinn Verdís nefndi áðan, tekið svona vítt yfir sviðið. Í þessum skrifum felst heimild myndlist sem að er annars, týnist annars. Og þess vegna það eru svona ákveðna leksíður líka, held ég, sem að við getum kannski byrjað að draga út frá okkar stúsi í sumar ástandi núna, til dæmis umræðina, hvernig hægt að halda henni vakandi. Og það er gríðarlega mikilvægt, það þarf að halda henni vakandi, það þarf að halda henni til haga, því að þetta söguleysi sem þú nefndir í upphafi, að það getur verið mjög hættulegt, og það læðist af manni. Það er margoft í sumar gerst að ég hef setið þarna niður í neðanjarðarbyrginu í kjallaranum, og allt í einu spyr einhver þeirra út í eitthvað sem þeir eru að skoða, sem að ég átti að muna vel eftir og var ég þáttakandi í málþing sem ég var á, en er búin að steingleyma, og kemur í ljós að þar var verið að taka á einhverju sem að hefði þurft að halda betur lifandi, eða sem er aftur orðið vandamál í dag. Og þannig að það þarf vinnu og ákveðna viðleitni til þess að umræðan lifi og sagan týnist ekki. Sem þetta valdi, að því að þegar ég var að skrifa Mokkann, þá var þessi baráttu líka að skrifa ekki allt, en það var í raun þetta Styrmir ritstjóri sem að vildi það, svo þegar hann hættir og Ólafur tekur við, að þá breytist þetta. Þannig að ritstjórarnir bara yfir blöðunum ráða þessu alls mikið líka, sko.
Og svo langar maður að bæta við saman umræðina, eins og Bryndís kom inn á, að það hefur breyst mikið með Facebook og bloggi, allir þessu umræði sem fer fram þar, svo hún bara mælin með einhverju grein, hún fer einhverju 50 mann sín á Facebook og þar fer umræða fram. Hún er svona, hún er ekki svona vönduð eins og í blöðunum, en hún er samt í þessum athugasemdum. Þannig að það er nokkað að koma inn á það. Takk. Magni heiti ég og það er bara, ég er myndlistarmaður og hef upplifað sem sagt að vera skrifað mig og kollega mína og mér finnst þetta er svolítið ábyrgða hlutverk að hvernig þetta er gert og yfirleitt bara mjög vel. En það sem hefur fylgt mér pínlítið svona sem þröskuldur, sem ég slaka ekki á, að það var þegar ég kom hingað eftir nám erlendis og setti upp mitt fyrsta verk, að þá notaði ég hljóð og sá sem kom og skrifaði það, hann heyrði ekki hljóðin. Svoleiðis að þetta var svolítið góður skóli og ég hugsa oft eftir á bæði hvað maður segir og hvernig maður setur upp hlutina. Að maður verður svolítið að hafa kannski jörð undir fótum að þola það sem mætir manni. En ég vil bara þakka fyrir, þetta er yndislegt að vita þessu. Ég hef ekki hugmynd að þið verið að gera þetta. Þetta er sannarlega tímabært. Hæ, ég heiti Jóni og ég er myndlistarmaður. Mér langar að byrja að segja bara frábært verkefni og svo langaði mig bara aðeins að tala þetta með gagnrýnina og breytt umhverfið þar. Mér finnst, mín tilfinning er svo að gagnrýni í blöðum er ekki lengur gagnrýni heldur umfjöllun og svona ég upplifa það í einn tíma sem ég hef verið myndlistarmaður að þá hafi gagnrýnin verið bara raun gagnrýni fyrir kannski svona 10 árum síðan og í dag er þetta bara bara einhver smá innsýn fyrir lesandan það hvað er verið að sýna en hann hefur í rauninni ekkert annað að segja heldur en það. Gagnrýni sé svona eins og það sem skrifað aftan á bækur, svona umfjöllurinn í staði fyrir bókagagnrýni er alveg samanlega tekið mjög, svona nýjasta gagnrýni í blöðum er eiginlega bara einmitt. Þetta var sýning, það voru málverk. Mér finnst þetta áhugavert að heyra kannski frá Heiðu og kannski þér, hver upplifið þið, sko, hver er ykkar upplifun á hugmyndunum gagnrýni? Er það einhvers konar greining? Fyrir hvernig er hún í dag? Já, sko, þetta hefur verið einlega stöðugt umræðinni frá því ég man eftir til hvers er gagnrýni og hvernig hún eigi að vera. Það má segja að svona sér dálítið sterk hefði í íslenskri gagnrýni og reyndar víðar að henni felist fyrst og fremst dómur, hún þurfi ekki í sjálfum sér endilega að rekja mikinn bakgrunn eða greina mjög náið það sem listamenn er að gera, heldur að svona horfa yfir sýningu og segja til hvað sé áhugavert og hvað sé vel gert og hvað ekki. En þetta, og nú búum við svolítið að því að hafa farið í gegnum þetta allt saman í sumar, að við höfum rauninni geta fylgst aldrei vel með því hvernig þetta breytist og það gerist eftir því sem fleiri fræðimenn eða sem sagt koma inn á þetta svið að skrifa að þá breytist bæði textinn og greinilega hlutverk hans því að þetta dómara hlutverk er ekki eins framalega og frekar meira lagt upp úr greiningu og að einhvern veginn að opna lesandanum og áhorfandanum einhverja leið inn í það sem listamennir er að gera. Síðan sko og svo eru þessi svona átök það hvað eigi að skrifa á að skrifa mikið. Ég veit að gegnum tíðina hafa margir myndlistamenn verið á þeirri skoðun að gagnrýni eigi að vera mikið selektífari að það eigi í rauninni að fókusera á mikið minni hóp af listamönnum til þess í rauninni að gera þeim þá herundur höfði og að reyna að stuðla því að þeir sem þá eru hæfastir eða að gera það sem áhugaverðast er ná að blómstra en sökku ekki niður í einhverja svona meðamennsku þar sem allt er
það sem ekkert aðgreint á milli. Ég var líka veltað fyrir mig sko hvort að því þú skrifaði líka á þeim tíma það sem var kannski skrifað í fleiri en eitt blað sko, sömu sýningu, hvort maður hefði þá verið meðvitað sem gagnrýnandi sko orðræðu hinna og maður væri raunverulega einhvern veginn í einhvers konar samtal, að gagnrýnin væri einhvers konar samtal í staðan fyrir einhvers konar kynning eða einhvers konar greining sko. Já, sko, gagnrýni sé það nú sjálfsagt alltaf einhvers konar samtal, og bæði samtal þá milli mismunandi gagnrýnenda, menn að skrifa mismunandi forsendum á mismunandi stöðum og svo náttúrulega fyrst og fremst við myndlistamenn og lesendur. Og hér áður fyrr að þá gátu orðið svo má segja ákveðnar deilur milli miðla, gerðist kannski ekki mjög oft, en mikið frekar að þá að umræðan kemur tilbaka frá myndlistamannum. Kannski eins og Rannsókn var að nefna á líka, það er ákveðið ritstjórnarstefna hvers blaðs ákveður svolítið sko, ég meina, allavega eins og með ég veit að Styrmir og Matthías þar á undan, það er bara allt tekið inn. Styrmir og Matthías það er bara svona nánast svona listsögulegt hugmyndum að safna í tjálpin. Já, þeirra hugmynd var eins og Styrmir sagði nú oft bara beint út og Matthías líka held ég að þeir höfðu náttúrulega draumum að Morgunblaðið væri blað allra landsmanna og í því fólst bókstaflega, og Styrmir sagði þetta bara með þessum orðum, að hver einasti Íslendingur ætti að geta lesið Morgunblaðið og fundið þar endurspeglun af sér og sínum áhugamálum. Og þetta svona víða sko svið sem var reynt að spanna. En þetta var líka gert sko áður fyrr í hinnum blöðunum. Þá voru náttúrulega bara mikið færri sýningar sko. Þannig að þó það veri skrifað allt að þá þýtti það kannski ekki nema, þú veist, 3-4 greinar í mánuði. Komið sæl, Gunnhildur heiti ég og ég er myndlistarmaður. Og þú tókst eiginlega upp punktinn sem ég ætlaði að tala það er hérna, mér langaði til þess að tala um líka bara í sambandi við þetta því að hér er verið að fást við skrif og skrifin og það hefur minnkað mjög mikið eins og þeir eru að tala en þá eru aðri miðlar og eins og Rannsókn kemur inn á líka og það er þetta rifrildi sem þú talar Dísa, það er á sér stað einmitt á þessum kommentakerfum. Þetta er saga sem að mun einhvern veginn glatast en svo er það útvarpið og þá hérna þetta svona beinarsamtal sko, bara þess sem að er að fara á listamaður er að setja upp sýningu, útvarpsmaður kemur á staðinn og segir hvað þetta gera þetta allt saman, þetta eru ótrúlegar heimildir náttúrulega og þessar svona í svona nánustu fortíð vegna þess að skrif í blöð hafa minnkað svo að þessar eru gríðarlega mikilvægar núna og þeir hafa aukist svo og svo líka var mér þetta hérna opnu listaháskólinn því að það er eiginlega varla þannig að það fari myndlistarmaður í gegnum þetta land eða það útskrifist myndlistarmaður úr þessum skóla að hann haldi ekki einhvers konar svona einhverja litla tölu sjálfa sig. Í nokkur ár hefur það verið, það getur alveg mörg ár og þetta er allt til og þá eru þessi listamenn ofta að tala bara svona síðustu sýningarnar sínar og svo hvað þeir eru að pæla og svo koma spurningar og sæla, ég veit þið. Þetta er alveg rosalega heimildi líka, það er ennumlega víða einhvern veginn. Það er mjög erfitt þegar það er byrjað sko. Já, þetta er bara, þú veist, hvar á einmitt, maður fær alveg svona víðáttu brjálega þegar maður byrjar að hugsa þetta sko. En ég held að sé alveg rétt eins og við vorum að tala áðan líka, það er mjög mikilvæg þessi sko orðin eins og innan fjölmiðlana þá aðalega eins og útvarp og sjónvarp held ég að skipti miklu máli í samhengi líka sko. En það er ekki eins aðgengi, það er ekki hægt að leita með leitavél sko eins og maður gerir í gegnum tímaritin sko núna sem er náttúrulega bara bylting sem við gerst á síðustu 10 árum sko. Þannig að það er líka það kannski þessi spurning sko hefði þetta verið hægt fyrir 10 árum síðan sko er hluti af því að maður getur gert sko leit á tímarit.is er það ástæða að eitthvað leiti fyrir því að verkefni verður akút, það er einhvern veginn allt er orðið meira aðgengilegt. Ég átta mig ekki á því sko. Það eru alltaf verið til leiðir sko, til að safna skjölum og gögnum, bara hugsa Vatíkanið. Akkurat. Það er alltaf verið til leiðir, en ég held að það sé ekki
En síðan erum við náttúrulega þessu umræðu, þetta náttúrulega ekki að safna saman gögnum allt myndlist, heldur þetta einblítt svolítið á fræðilegri greiningu á myndlist, því hitt óvinnandi vegur. Já, það er nefnilega ég ætlaði og leið allt sem verður á vegi okkar tekið með og öll umfjöllun og síðan það, eins og við vitum að RÚV og Víðsjá hefur staðið sig gífurlega vel í allri umfjöllun myndlist og held ég opna skilning landsmanna á starfi myndlistamanna almennt og skipað gífurlega mikilvægt sæti á síðustu árum svona í almennir umfjöllun listir. Ég glemti kannski að segja að það sem ég reyndar líka semst formaður stjórnar Nýlistasafnsins og mér finnst mjög aðkoma Nýlistasafnsins að þessu verkefni eins og þú veist að segja að stofnanir þyrftu kannski að skilgreina svolítið sína aðkomu, þá væri það skrif listamanna og þá fer ég að hugsa það rosalega vítt og ég er líka búin að vera að safna og Nýlistasafnið byrjaði á því hvað var ekki 2008 að safna þessum munnlegu heimildum og safn bara munnlega geymd og bara viðtöl við fólki sem að byrjaði í Zoom og allt þetta og svo núna í Víðsjá í samvinnu við Víðsjá að taka upp frásagnir myndlistamanna eigin gjörningum og þá kemur alltaf í ljós, þegar ég fyrir að tala við þessa myndlistamanna, kemur alltaf í ljós. Já, heyrðu, nei, það var nú reyndar þú veist, það er tilöruglýr og þess að langar kannski að spyrja Ævar, er allt til sem hefur verið tekið í RÚV, einhverju hent á Ríkisútvarpinu? Kannski Ævar fær að svara þeirri spurningu seinna, eða bara núna, eða væri gaman að vita að því reyndar. Svo er Ólafur með spurningunni. Eftir því sem hægt að svara þessu, já, það var mörgu hent langt fram eftir aldri RÚV, en núna síðustu árin, þá eftir svona stafrænt kerfi sem kom þér á hjá Ríkisútvarpinu, þá hægt að leita, þá ekkert mál að leita þar að fólki og viðfangsefnum, svona síðustu 5 árin. Og þar á undan, og magnið sem var geymt, hlutfall þess sem var geymt af til dæmis viðtölum við listamenn, til dæmis í þætti eins og Víðsjá sem eitthvað 15 ára gamall, þetta nú til meira og minna. Þannig að það síðust, ef ætti að reyna að skoða myndlistarsögu eða listarsöguna á Rás 1, þá það nú hægt svona 15-20 ára aftur í tíman. En þar fyrir framann, þá það mjög gloppótt. Já, sæl verið þið, Ólafur Gíslason heiti ég. Mér langar til þess að þakka þessu að geta fólki fyrir það stórkostlega starf sem það hefur unnið hér. Ég sé að hér hef ég eignast lesanda sem veit miklu meira mín skrifheldur en ég sjálfur og það sjálfur sér mjög merkilegt. En það sem að mér langaði til þess að benda á hérna, það í samband við þá umfjöllun sem við höfum verið að tala mikið sögu og það vekur hjá mér spurningu þjóðerni sögunar og hvernig sagan eignast þjóðerni og að hversu miklu leyti hún hefur þjóðerni. Sjálfur þegar ég byrjaði að skrifa myndlist þá fann ég fyrir því að það vantaði orðræðuhefð hér á íslensku og á Íslandi myndlist almennt. Og mér fannst ég vera staddur í einhverju eyðilandi og ég þurfti að leggja á mig í raun og veru mikla vinnu til þess að heyja mér orðaforða og tungutak til þess að fjalla og spyrja réttu spurningan og svo framvegis. Og þetta viðfangsefni hafði ekkert með þjóðurinn að gera. Þvert á móti þá þurfti ég að leita út fyrir landsteinana til þess að finna leið til þess að skapa eða leggja mitt fram til þess að skapa orðræðuhefð íslenska myndlist eða myndlist almennt. Og mín reynsla var sem sagt svo að við ættum, og það væri sem sagt gloppa í íslenskri menningu ef svo mætti segja, hversu lítið hefur verið fjallað myndlist almennt, ekki út frá einhverju íslensku þjóðernislegu forsendum heldur bara almennt. Saga myndlistarinnar líka saga hugmynda og hún líka saga orðræðunar myndlistina og hvorki hugmyndirnar né orðræðan hefur í raun og veru þjóðerni. Og við þurfum að passa okkur á því þegar við verum að nota þetta orðsögu
að loka það ekki inn í einhverjum skáp sem að lokast af Atlantshafinu hér í kringum Ísland, vegna þess að það eru til margar sögur, það eru til saga orðræðunar sem að hér gerð athyglisverð tilraun til þess að draga fram, en það er líka til saga hugmyndana, og þetta hefur ekkert með þjóðurinn að gera í raun og veru, það er sára lítið. Og sem sagt, mér langar til þess að vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Ég langaði bara, það er eitt skápur náttúrulega sem er svolítið erfitt og ég skil alveg hvað það er að fara. Ég held að hugmyndirnar eru mjög mikilvægt að tala ekki um þjóðurinn í þessu samhengi, sko. En það er náttúrulega, sko, íslenskan er skápur, sko. Og hann getur verið svo rosalega þéttur skápur. En ég skil hvað það fara, auðvitað eru þessar hugmyndir alþjóðlegar. Og hérna það er svona, mér finnst svo mikilvægt varandi, sko, þessa hefð, listsögulegu hefð sem Björn T.H. kom með, saga einstaklingana, sko. Það er ofsalega einhvern veginn ennþá svo sterk í íslensku samhengi að ennþá er erfitt að, sko, að fara að greina út frá hugmyndasögu. Það er bara, og tengja mismunandi listamenn, verk mismunandi listamanna við hugmyndir. Það er ennþá vandamál, finnst mér, í íslenskri orðræðu myndlist. Þetta er þetta svolítið vandamál og það er náttúrulega að við höfum ekki haft nema svo takmarkað efni. Við höfum þetta yfirlit Björns og það er alveg rétt að það er kannski fyrst og fremst persónusaga listamanna, en það er ekki það margir listamenn sem hann er að fjalla og hann gengur inn í ákveðna svona ævisagna hefð í sagfræði sem að hafi verið mjög sterk hér á Íslandi á 19. öldinni og lengst fram eftir þeirri 20. En vissulega hefur nú ýmislegt breyst, en það hefur ekki orðið kannski eins útbreitt og ábyrjandi einmitt vegna þess að það hefur vantað vettvanginn eða þetta hefur ekki verið nógu aðgengilegt. Og einmitt svona lagað, það verður svo erfitt að tala svona hluti eins og það sem þú ert að breyta upp á hér, akkurat vegna þess hvað er djúpt á sönnunargögnunum. Og líka okkar hugmyndafræði varðandi það við höfum ekkert að vísa í, sko. Við öll hérna inni vísum í mismunandi heimildir. Ég heiti Hildur Gunnur og ég er myndlistarmaður. Svona tengslu það sem að Gunnhildur nafna mín var að tala ég var bara að hugsa hvaðan þið leituðu gagna og þú veist hver á grunnurinn ykkar, og það kom svolítið inn á þess að við sjáum útvarpstengingu að því að mikið af okkar einhvern veginn fræðilegu umræðu hefur farið fram þar í útvarpinu, og hvort að það séu heimildir sem að þið hafið notað eða þú veist sem þið hafið safnað saman og líka langaði mig aðeins að koma inn á ljós samtímans á söguna, hvernig það er að skoða greinar frá ákveðnum tímabil til þess að geta varpað nýju ljósi eða bara rétta eða gamla ljósuna á eldri verk, að það er náttúrulega einn kastari og eins og það segir að það hafa ekki alltaf verið til dæmis gagnrýni á 2 blöðum, jafnvel bara 1, og þá er þessi hinn vinkill, þetta viðtal við listamannin í Víðsjá eða umfjöllun sem fór þar fram eða eitthvað slíkt. Það er hún mjög mikilvæg heimild til þess að lýsa upp skuggana sem sjást ekki með einakastaranum, sko. Já, við vinnum þetta svolítið, unnið þetta í rauninni, og það er kannski það sem er óvenjulegt við þessa rannsókn, er að hérna erum við að safna saman textum fræðimanna, reyna að ná einhverju yfirsýn yfir þau skrif. Ekki þar að segja að speglur í öllu sem hefur verið skrifað tiltekinn myndlistamann, heldur að taka hinn vinkilinn. Þetta er annar kastari, ef svo má segja, inn í söguna og nauðsynleg viðbót, hvort tveggja þarf náttúrulega að gera. En við höfum líka mikinn áhuga því náttúrulega að komast í til dæmis útvarps- og ljósvaka miðla og slíkt. Það er mikið meiri erfiðari, það er öðruvísi vinna og erfiðari vinna, en það er tvímælalaust nokkuð sem við höfum huga á að verði stærri partur af þessu verkefni eftir föngum.
sem mikilvægt að átt að segja því að vonandi heldur verkefnið áfram þannig að því ekki lokið þannig að það rosa áhuga og ég held að svona verkefni eitthvað sem vindur upp á sig endalaust sko. Gunnar heiti ég og ég vil taka undir með Ólafi að bara ég mjög þakklátur fyrir þetta verkefni og þetta frábært verkefni og ég einn af þeim sem var sko þurfti að fara niður í kjallara og róta í rykföllnu drasli til þess að reyna að finna eitthvað og margt að ég sjálfsagt týnt, ég hef nú ekkert haldið upp á þetta og myndi örugglega ekki leggja á mig að reyna að skráða þetta sjálfur eða reyna að halda þessu til haga þannig að þetta alveg sko frábært framtak. Það kannski út af því Ólafur lagði út af hugtakinu sögu, það var annað hugtak sem ég hjó eftir og sem nokkri nefndu og það var þekking. Að það væri fólki mjög mikil þekking í þessum skrifum, eða það að segja að sá sem að læsi þessa skrif myndi öðlast meiri þekking í íslenskri myndlist. Og eflaust það hægt að segja það, allavega skrif annara heldur en sjálfra mín. Því að ég ekki viss það sko, að margt af því sem ég hef skrifað og kannski ástæðan fyrir því ég hef ekkert verið sérstaklega að halda þessu til haga að ég ekkert viss ég sæi svo óskaplega mikið eftir því að margt af því sem ég hef skrifað sko, glemdist bara og það kannski einu einn grein sko, sem að væri þess virði að halda til haga og svona rifja upp við einhverjum vegna þess að sko, maður verður svolítið var við þetta sjálfur þegar maður fer að notfæra sér skrif gagnrýnenda lengra aftur í tímann, til dæmis þegar maður fyrir að skrifa 3., 4. eða 5. áratuginn að margt af því sem skrifað þar skrifað af beinlínis vanþekkingu eða sko misskilningi getur maður sagt sem annarkvort sprottið af vanþekkingu eða þá misskilningi sem einmitt beinlínis ætlað af einhverjum ástæðum að setja verkin í kannski svona ekki eða svona slæmt ljós, það að segja. Menn voru kannski að staðsetja sig í ákveðið spektrum þannig að skrifin oft á tíðum sprottin af einhverjum öðrum hvötum eða einhverjum öðrum sjónarmiðum heldur en því að safna þekking, koma framfæri þekkingu eða þá miðla því til framtíðarinnar. Og það alveg, ég segja það allavega sjálfa mig að ég sé sjálfa minn ekki fyrir mig þannig í fortíðinni sittist niður og segja já, nú kemur listfræðingur til með að lesa það sem ég skrifa, best að vanda sig og koma framfæri ákveðni þekkingu það myndlistin mér skrifa því að margt af því svona einhvers konar tilraunir, maður svona að þreifa sig áfram og sérstaklega þegar maður skrifa í sýningaskrár þá reynir maður að setja sig kannski í fótspor svona lifa sig inn í það sem myndlistarmaður sjálfur að reyna að hugsa, koma því orð og það oft kannski það sem myndlistarmaður að leita eftir að maður svona aðstoði við þá að einhvern veginn koma því orð það sem að þeir eru að pæla og maður átti að segja á því það kannski alveg tóm vitleysa sko þegar maður búinn að skrifa það en maður svona getur ekki sagt að beinlínis í sýningaskrá sko ok, þetta það sem ég held að listamaðurinn sé að hugsa en ekki taka mark á því, það örugglega alveg veit ekki hvað hann hugsa eitthvað svoleiðis. Þannig að það einn af því sko, held ég stóru vandamálum sem og vandamálum, þetta eitt af verkefni listfræðinnar einmitt að takast á við þetta held ég. Hvernig á að lesa þessi skrif? Hvaða þýðingu þau hafa? Helst mikilvægt eins og segir að núna þegar það er búið að safna þekkingunni saman að fólk sé tilbúið til þess að leiðrétta allar rangfærslunar og eins bara ég held að sé nú mjög jákvæður hlutur þegar vera meðvitaður að það sem maður að gera í samtímanum gæti verið rangt sko og það væri hægt að leiðrétta eftir það þannig að ég held að það sé mjög góður punktur fyrir okkur öll að hugsa að hvort sem við erum að skrifa eða að segja hluti að vera tilbúin til að viðurkenna eftir á að máli geti verið að vera eitthvað rangfærslur í því sem maður að halda fram í dag og geta skipt skoðun sko. Mér langar líka að segja varðandi þetta þá líka lögð mikil áhersla á það í náminu í háskólanum að það alltaf annað sjónarhorn á sama viðfangsefni þannig að það þetta skrifa söguna
margskonar hátt og þegar ég les gagnrýni, til dæmis fór ég gegnum gagnrýni kritikinn hans Jóns að þá hann var ekkert að mata með neinu sko, ég náttúrulega las það bara með gagnrýnilegum augum sko, þannig að það kannski þannig að maður rosa meðvitaður það að þetta hans skilur hugsun, hans túlkun og ég held að það sé svolítið svona almennt viðhorf okkar í dag, eða ekki, við erum alveg svona meðvituð það að þetta er bara svona ein leið inn í viðfangsefni, eða ekki, þannig að þekkingin kannski skapast bara á því að lesa það og velta því fyrir sér eða fá að kynnast þessu sjónarhorni frekar en að éta það algjörlega svona, já. Markus heiti ég ætla bara að taka Gunnar og komst inn að það sem ég langaði að spyrja kannski hópin hvort að einhver umræða hefði farið svona fram þarna niður í kjallaranum hjá okkur einmitt þetta sem verið að loka á með þessum arkífum, að því ég verið alltaf melankólískur gagnvart öllum þessum arkífum sem í gangi kringum okkur núna, að því að auðvitað er þetta stórkostlegt og nauðsynlegt og skref fram á vit en þetta er svolítið líka eins og þú veist að klára menntaskóla eða eitthvað, maður er að klára ákveðið frelsistímabil og þá verður maður að fara að velja eitthvað og taka ábyrgð og stefna eitthvað ákveð og rædduð eitthvað þetta sko, þetta tímabil minnisleysis og endurtekningar og eins og þú sagðir tilraunastarf sem við kannski rædduð þetta á þessum forsendum sko, hvað það væri sem við værum að loka á með því að hafa þetta allt upp á yfirborðinu og aðgengilegt. Ég held að það sé ekki vera að loka nætt, ég held að það sé bara vera að búa til fleiri möguleika sko. Þannig að þó þessi texta verið birtir og einhver lesin, þá bara vonandi þá lesan með það fyrir sjónum með að það er sko, já, taka þessu ekki bókstaflega, þetta er bara, já. Það ekki, við vorum opnast bara flóðgáttir, af meiru, þetta kveikti meira. Er það þá meina að þetta er þá hamlengskunum ferðlega því að maður veit þá meira hvað hefur áður átt sér stað og það stoppar einhvers svona framþróun það? Ég veit ekki frekar ég veistu um þetta ástand sem kemur kannski ekki tilbaka en kannski meira í þessu líka listasöfum sem voru að koma. Það er ákveðið frelsi og þetta hefur sett lýtsinn á listsköpunina og umfjöldunina og fræði þetta þar sem það þessi svona úlingatímabil sem við kannski ekki getum að þessu svo nú kemur þessi listasaga og ykkar vinna på yfirborðið og það sem verða að setja allt svona í kategóri og svona þá er eðlilegt skrifað fram á öðru svo að næsta taka þessi og verður að taka það en það er hort, þú veist að þú getur ekki öll með einhvern fyrir þetta og maður setja það vektur Mér finnst að þið myndir eins og þetta ferlið bara meira að leggja þetta fram á borðið og svo verður það bara tekið áfram í einhverju öðru samhengi aðeins opnar það allavega Þetta er alveg gild aðtöðun finnst mér sko því að eins og við vitum og kannski ekki síst í sambandi við listir og menningu að misskilningur getur verið mjög skapandi og stundum getur verið ágætt að vera ekki með svona byrðar fortíðarinnar sko þið þekkið þetta eflaust allir hér meira að minna úr myndlistageiranum að við verum að tala við kollega í Þýskalandi eða eitthvað þar sem að nærvera fortíðarinnar og orðræðunar er svo mikil að fólk á stundum dálítið erfitt með að hreyfa sig sko, þú veist, er ég að endurtaka eitthvað, þarf ég ekki að bregðast við því sem þessi sagði fyrir 30 árum eða og svo framvegis, hér hefur svona verið dálítið hægt bara að goslast svona og getur vel verið að einhver hafi gert svipað verk fyrir 10 árum en það eru þá allir búin að gleyma því og það er hvergi neinn heimild það sko, það er ekkert að fletta því upp í listasögunni, það er engin listasaga þannig að það er alveg rétt, það er ákveðið svona frelsi og það er spurning að fórna einhverju, við vonandi græðum við eitthvað í staðinn að minnsta kosti og Við getum alltaf tala um þessum að fara að vísa, við erum að vísa í þá förum við bara að vísa tilvísanir Maður getur líka að segja það á kritikinni til dæmis þegar maður er að lesa þessa kritík að þá sem er líka svo, þessi höfundar sem við erum búin að takast á við þessi fræðimenn að þeir hafa sko líklegast og alveg ég held ég staðfesti það að þeir hafa þróast líka þegar viðhorf hefur breyst líka þannig að maður gerir líka tillit til þess það er eins og þannig að þú veist svona ýmis viðhorf þeir eru ofta takast á við samtíma myndlist sem var þeim oft erfið
Þannig að maður veit það að ef þeir myndir skrifa sömu sýninguna aftur, þeir myndir skrifa hana allt öðruvísi. Eins og mér minnist eftir ein sýning sem þú skrifar á Nýlisafninu fyrir ekki. Það var plakkut eftir Gorilla Girls og þú vildir ekki meina að þetta væri listsýning af því að þetta væri auglýsingaplakkut. Nei, ég alveg viss að þú myndir endurskrifa þann texta, til dæmis, eða ekki. Skrifaði ég það? Af því þetta alveg, já, ég þarf ekki að rökstyðja það af hverju hann myndi vilja breyta því. Sem betur fyrir ég búin að gleyma þetta. Við skiljum alveg. Svona lagaði búið að vera að gerast í allt held meira að ég muni hvað hann sagði. En það er ekki hægt að kalla þetta svona, já, það er ekki hægt að kalla þetta listsýningu. Þetta er svona meiri svona, ég veit ekki, kynning eða eitthvað svona, ég verði að fletta þessu upp aftur. Þetta er alveg, ég hló mig máttleysa. Stertinn eins og Bryndís var bend á, þannig að við erum öll að taka ábyrgð á æðruleysinu og hafa æðruleysi fyrir fortíðinni.